Góðan daginn, Friðrik Hagalín heiti ég og ég er að kenna þetta rökgrásir 102 í Menntaskólanum á Ísafirði. Mig langar aðeins til að kynna fyrir ykkur ladder-forritun og forritun sem ég nota heitir Trilogy. Það sem ég ætla að kenna ykkur í dag er svokölluð LADS-virkni, en hún virkar þannig að einn straumpúls með takka getur haldið inni útgangi og annar straumpúls með öðrum takka slekkur á útgangi. Byrjum að því að ýta hér á rauða hnappinn á rás númer 1. Veljum hérna opna snertu, köllum þennan takka start. Síðan förum við hérna í function, veljum hérna Ladseng Relay Output númer 7. Þetta er semst ekki útgangur, heldur relay. Þetta köllum við Lads 1. Þá erum við konum með eina rás hérna með starttakka og einu relay sem við köllum Lads. Þá fer ég í næstu rás, vel hérna aðra snertu sem ég tengi við relay Lads 1. Sem þýðir að þegar þessi fær straum, þá fær þessi straum líka. Svo fer ég hérna í númer 7. Þetta er útgangur, output, köllum hann bara K1. Þetta er semst útgangur þýðir sem sagt það sem kemur út úr inntölvunni. Skulum prófa þetta. Simulate, run, all, og reset. Hér ýti ég á start. Og þá sjáum við að relay helst inni og þar að leiðandi hjálpar snertan hér og K1 helst inni, bara með einni snertingu. Þetta hefði líka verið hægt að gera bara með hefðbundnu sjálfheldu. En við viljum líka geta slökkt á rásinni. Þá förum við hérna, veljum annan takka sem við kallum stopp. Og þessi takki eftir að þetta er opin snerta, sem því hún leiðir ekki nema að sé ýtt á takkan. Svo förum við hérna í FNG eða function, clear last relay. Og hér verðum við að velja sama relayið á áður. Þýðir sem sagt þegar að þessi fær straum og þá þessi hérna að clear eða sérst hætta að leiða. Förum aftur hérna í simulate, run, all, og við ýtum á start. Output er helst inni. Við ýtum á stopp og það slöknar. Ég ætla að láta þetta nægja í dag og verði ykkur bara góðu.